Evrópuleikindi, þeir skipta náttúrulega gríðilegu miklu máli og þetta gefur ykkur sjálfum heilmikið það ekki? Jú, gefur ykkur helling og gefur ykkur hellings orku, þannig að allir að tala um mikið álag og mikið af leikjum, en ég held að svona leikir gefur manni frekar orku heldur en taka ekki frá manni. Og þetta er náttúrulega verður hörkuslagur, þetta er öflugra lið heldur en þið spiluðu við síðast, það virðist vera? Já, þetta er hörkulið og mikla breidd og svona kannski það skemmtilega við að þeir eru að spila svjöfum bolta við þegar maður skoða allavega úrslitin þeir hafa svolítið farið þægilega gegnum þessi Evrópukeppni hingað til, vinna allir með Brekans í síðasta verkefni með þeim, Brekans sem er hörkulið með 3 austrískir landsliðsmenn, þannig að þeir fara þægilega gegnum það. Fyrstu umferðinni skora 52 mörk í einum leik, þannig að við erum vonandi að mæta lið sem er kannski líkt okkur og við getum fara að hlaupa með. Þannig að það er bara að fá fólk í húsið og rífa upp stemninguna? Já, ég held að Evrópukvöldahlíðarnar sé eitthvað sem gerist ekki skemmtilega. Það er VIP, það er Jópi og Króli, það er alls konar stælar, það eru ljósasjó og læti og í áttalúrslunum var þetta geggjað og nánast fullt úr stá, þannig að þá sér maður leik með hinna liðan upp í stúku og það gefur manni helling að sjá í einhverjum öðrum treyjum heldur en valstreyjum líka að mæta og styðja okkur. Það skiptir ekki bara máli fyrir okkur, það skiptir líka bara íslenskan handbolta. Þetta skiptir miklu máli fyrir handboltan bara yfir höfuð að íslensku félagsliðum gangi vel. Já, algjörlega, og bara stigasöfnu í einhverja Evrópudeild og fleira og hluti og bara auglýsing fyrir handboltan og nú er bara háum í handbolta á leiðinni, þannig að þetta auglýsing er góð. Og þið þurfið náttúrulega fyrst og fremst að klára þennan leik áður en lengri er haldið. Algjörlega, og það sérstaklega að setni leikinn við þá út í Rúmeníu, það verður alvöru verkefni við fæfum 2000 manns þar og alvöru leiti, þannig að við þurfum að skila góðum múslim hús hérna. Þar á milli er svo bara afturhilding sem er bara annað draumaverkefni, það er komin í undanúrslit í þessum 2 keppnum sem var draumurinn fyrir tímabili, þannig við erum bara geggjað spennt að vera næstu vikum. Það er allt hægt með góðum stuðningi? Það er allt hægt með góðum stuðningi og alvöru látum og alvöru gleði sem verður hérna sundaginn.